Nú árið að líða og margir landsmanna strengja áramótaheit fyrir næsta ár. Ég vona svo sannarlega að þið öll hafið notið hátíðarinnar með fjölskyldu og vinum. Og við getum farið bjartsýn inn í nýtt ár. Ísland er fullt af tækifærum. Það skiptir máli fyrir okkur öll að vita og finna fyrir því að við búum í landi þar sem góðar hugmyndir verða að veruleika. Þegar nýtt ár nálgast finn ég að við erum í góðri stöðu. Við tókum góðar ákvarðanir saman á þessu ári og það skiptir máli að við höldum því áfram. Það hefur skilað okkur árangri. Það má því segja með sanni að við erum á góðri leið. Kjarasamningarnir voru líklega stærsta áhyggjuefnið í upphafi þessa árs og þegar ég hugsa tilbaka lífskjarasamningana þá finnst mér þeir draga það mjög vel fram hversu mikilvægt þetta ríkisstjórnarsamstarf er. Þessi breiða nálgun á verkefni og viljinn sem við öll sem að þessum samstarfi komum, sýnum til þess að sýna stefnufestu en leið getur til að miðla málum, til að finna niðurstöðu sem samstaða verður Það góða traust sem ríkir milli okkar sem leiðum samstarf flokkana er gott veganesti í slíkri vinnu. En ríkisstjórnin var ekki ein að verki í lífskjarasamningunum. Það var mikill sigur fyrir alla aðila að lífskjarasamningarnir skyldu nást í byrjun apríl. Þannig tókst að tryggja áframhaldandi stöðuleika fyrir fólk. Aðilar vinnumarkaðarins unnu í raun og veru þrekvirki. Vextir hafa lækkað, húsnæðisvextir hafa aldrei í sögunni verið lægri en einmitt í dag. Og það er sannarlega mjög mikils virði fyrir heimilin. Verðbólgan hefur verið hamin og verðbólguhorfur eru ágætar. Annað gríðarlega mikilvægt mál fyrir heimili og fyrirtæki. Og þrátt fyrir minni vöxt, samdrátt í ferðaþjónustu og aflabrest í loðnu, stöndum við sterkt að vígi. Ríkissjóður er í sinni sterkustu stöðu sem og þjóðarbúið allt reyndar. Það er nær sama hvert litið staðan er sterk, enda endurspeglast það til dæmis í bestu lánskjörum ríkissjóðs í sögunni. Þessi staða er frábær grunnur til að hefja nýtt ár og það á við bæðum fyrirtæki og heimili og ríkissjóð. Atvinnulífið hefur aldrei verið jafn fjölbreytt, það er gróska á öllum sviðum samfélagsins. Ég legg áherslu á að það eru skýrir almannahagsmunir að byggja upp sterkt atvinnulíf. Við gerum það meðal annars með því að nýta þau gæði til sjávar og sveita sem landið hefur upp á að bjóða. Við erum rík af auðlindum og við erum líka rík af velmenntuðum mannauð sem segja má að hafi hafið nýja sókn í hinum ýmsu skapandi greinum. Sterkt atvinnulíf er sjálf undirstaða þess að við getum haldið áfram að byggja upp heilbrigðiskerfið okkar, að við getum þétt félagslegt öryggisnet, byggt sterkari innviði, að við getum staðið með og stutt þá sem þurfa á því að halda. Nú góðir landsmenn, sumarið átti svo sannarlega góða endurkomu á þessu ári. Það var svo gott að ég tímdi ekki að fara út fyrir landsteinana frekar en margir aðrir landsmenn og ég held að veðurfræðingar sem hafa stundum átt erfitt uppdráttar á sunnlenskum sumrum hafi upplifað óvæntar vinsældir í ár. Það er einfaldlega fátt betra en bjartir dagar og bjartar nætur í íslensku blíðviðri. Kannski við höfum að kíkja á hvernig þetta fór í mig í sumar. Fram á hagvöxt. Styðjast. Herðu, býtu. Ok. Nú var flugum minn alltaf. Jæja. Það vildi jafna þetta. Nei, þetta er glæði. Má sjá. En veðrið boðaði ekki bara gott þetta árið, en glíma ýmsar byggðir landsins við eftirköst óveðursins nú í desember sem dró glöggt fram að við eigum víða verk að vinna til að tryggja raforkuöryggi og öruggari samskipti. Á stund sem þessum verður manni ljóst hvílík verðmæti eru fólgin í ýmsum viðbragðsaðilum eins og björgunarsveitunum og fleirum og hversu mikið við eigum þeim að þakka fyrir fórnfúst starf. Loftslagsmálin voru mikið til umræðu á þessu ári og æ fleiri hafa vaknað til vitundar að við þurfum öll að leggja lóð á vogarskálarnar til að vinna gegn loftslagsbreytingum. Þar viljum við stíga raunhæf skref sem skila alvöru árangri. Bætt stafræn þjónusta er ekki bara mikilvæg fyrir betri samskipti við hið opinbera, heldur líka tækifæri til að draga úr umhverfisáhrifum enda fækkar ferðum fólks til hins opinbera eftir því sem auðveldara verður að eiga samskipti og ljúka umsóknum og ýmsum málum á netinu. Það sparar líka tíma,
einfaldar lífið og eykur vonandi ánægju, sem á að vera markmiðið okkar í allri þjónustu hins opinbera, allri þjónustu við almenning. Ísland.is miðlægur þjónustuvefur hins opinbera og þar erum við stöðugt að bæta við þjónustu og gera upplýsingar aðgengilegar. Ég hveti til að líta þar inn, en þó markmiðið sé að fækka ferðum, þá eru sum ferðalög samt þess virði að leggja upp í þau. Og það áttu svo sannarlega við hringferð þingflokks Sjálfstæðisflokksins síðasta vetur og vor. Hún var okkur mjög mikilvæg. Þarna fengum við tækifæri til að hitta fólk út allt land á heimavelli þess. Við komum í heimsókn, fengum okkur kaffi og hlustuðum á það sem brann á heimamennum á hverjum stað. Þetta var gagnlegt en ekki síður veitti þetta okkur mjög mikla gleði og ánægju. Þetta var bara virkilega gaman og það auðvitað lífsspursmál fyrir stjórnmálaflokk sem ætlar sér að vaxa og dafna í takt við hjartsláttin í þjóðinni að eiga tækifæri til fundar með landsmönnum. Við hlökkum til frekari funda á nýju ári. Og ég get svo sannarlega sagt að ég hlakka til næsta árs og þakklátur fyrir hvert einasta ár sem ég fæ að upplifa. Þetta ár sem nú að hefjast, næ ég þeim áfanga að verða 50. En það fellur reyndar alveg í skuggan af öðru hlutverki sem ég að búa mig undir því fyrsta barnabarnið væntanlegt á vormánuðum. Ég fæ því nýjan titil sem mér skilst að sé með þeim merkilegri sem maður getur borið. Má ég kynna til sögunar Afa Bjarna. Við skulum öll strengja þess heit nú þessi áramót að hafa trú á landinu okkar. Við ætlum að nýta þau tækifæri sem bíða okkar á nýja ári. Megi árið 2020 verða okkur öllum gæfuríkt.